Ágústsdóttir. Sjálfheit í Sunna Þrastar ætla að lýsa þessum leik. Kannski við förum örsnögt yfir dómarana. Það Sigurfinnur Líndal Stefánsson sem uppi og Atli Freyr Björnsson niður á gólfinu. Og það HK sem hefur þennan leik. Spilarinn Edda Björk Ásgeirsdóttir. Fín pönnukaka hana hjá HK-konum og glæsileg staðsetning og þessum beint í hornið á Þróttunes að taka fyrsta stigið hér. Og það Heiða Elísabet sem fer í uppgjöf. Matthildur tekur á móti og Laufey, fínt slag, fín vörn þarna. Og Pála, gott slag. Boltinn nálægt þarna en Edda nær að redda þessu. Laufey fær þennan. Og Pála Já einhver misskilningur þarna hver ætlaði að fara í hann. Byrjar sannfærandi hjá Þróttunes 3-0 og Emil tekur bara strax leikli. Já, Emil vill bara stoppa þetta strax. Bara örugglega losa smá stress þarna hjá sínum konum. Smá svona bara kaos inn á vellinum akkurat núna. Sjáum hvort að ræðan hans hafi virkað. Fín móttaka þarna hjá Maríu. Matthildur með gott slag niður með blokkinni. Glæsileg uppgjöf. Þetta Líney. Þessari netið hjá Helenu. Kannski aðeins svo hraður og lágur bolti þarna aftur í 6. Særún með góðan Einar þarna. Og það stigahæsti leikmaður Þróttara þetta tímabili Pála Gómez í uppgjöf. Og fær hann aftur. Þetta og Helena blokkar þennan. Misskilningur hjá HK-stúlkum. Annar boltinn hérna og hinnan nýbyrjuð. Fín móttaka og Laufey. Góð vörn. Glæsilega gert hann í Matthildi. Líney setur hann yfir. Og Helena laumar á góðan stað. Líney og Edda
voru hérna í honum en enginn fór í hann. Laufey, góð vörn þarna hjá Pálu og Heiða. Líney og Særún, annan glæsilegan Einar. Anna María að finna Særúnu Birtu vel þarna fyrir aftan. Þessi, já, snerting á Matthildi á sjá Pálu. Staðan orðin 8-2. Þessi úti. Anna María setur hann yfir og Laufey setur hann á góðan stað þarna. Vantar fyrirliða HK sem er vanalega fyrirlið Hjördísi Eiríksdóttur. Það er verið að sakna hennar dálítið. Gríðarleg stiga maskína hún Hjördís. Langt út þarna hjá fyrirliða Þróttar. Það er Laufey í uppgjöf. Setur hann í netið. Og það er Anna María í uppgjöf. Líney þarf að setja fingursslag yfir. Og Heiða stærra þarna í puttana á HK-stúlkum. Eru þarna frammi systurnar Heiða og Helena. Fín móttaka þarna hjá Líney og Laufey stæð þarna inn í netið. Heiða setur hann beint í hornið. Já, HK-stúlkur virka dálítið vængbrotnar eins og er. Líney fær þennan, laumar, fær hann aftur og Laufey setur þennan yfir og fín miðjusókn
Anna María enn í uppgjöf. Góð móttaka hjá Matthildi. Pála Laufey nær þessu. Líney með góða sókn. Skila stigi eftir ansi slakan kafla hjá HK. Þrótturnes búin að fá núna 5 stig í röð. En Líney er flottur uppgjafarmaður, sýna það hér með góðri uppgjöf. En þessi er úti. Þá er það Helena Kristín sem fer í uppgjöf. Matthildur með góða sókn þarna, beint í miðjuna. Og Hanna María fer í uppgjöf fyrir HK. Heiða og Matthildur. Pála, glæsileg blokk þarna. Myndi þetta að vera Sara Ósk. Það er komið gríðarlega öflug inn í lið HK í vetur á miðjuna. Já. HK fær þetta stig. Og minnka munin í 10-15. Pála laumar, Matthildur þarna, ekkert mál. Fær hann aftur og hamrar hann niður. Sara í undirleikkunni á Matthildi og fer hérna Laufey, Tinna, Heiða. Setur hann langt aftur og Líney nær þessum ekki. Það er Hrafnhildur Ásta í uppgjöf. Góð móttaka, Matthildur fær hann aftur. Laumar hérna glæsilega, hefur rétt dottið á línuna, hann var mjög tæpur. Og Edda uppgjöf. Helena, Sara og Matthildur. Heiða og Særún blokkuðu þennan. Og Heiða fer í uppgjöf. 17-12 fyrir Þrótt. Og móttaka
Laufey setur þennan í blokkina. Það hafi ekki verið Anna María. Laufey á kantinn. Já, þær halda áfram að blokka. Þetta var trúlega aftur Anna María. HK stelpur reyna að nýta sér blokkina og ætla að taka boltan aftur en það tekst ekki. Og Heiða enn í uppgjöf. Slök móttaka þarna hjá frelsingja HK Maríu Panna. Og Ás á Heiðu. Og þá tekur Emil leikli. Seinna leiklið sitt í hrínunni. En já, HK stúlkur sakna eflaust Hjördísar. Hún var eins og ég sagði hann stigahæsti leikmaður eða stigahæsti leikmaður þeirra en sem komið búin að skora 362 stig í öllum leikjum þessa tímabils og líka með bestu sóknarnýtinguna. Meðan hjá Þróttunes Pála Gómez stigahæsti leikmaðurinn með 266 stig en hefur jafnframt spilað aðeins færri leiki. Og það Anna Rás. Laufey laumar í blokkina og ennþá lenda þær í vandræðum. Herborg Vera kemur inn á fyrir Laufey. Fyrirliði þarf alltaf að vera á velli. Þegar Laufey fyrir út af þá er núna Matthildur orðin fyrirliði. Herborg. Fær hann aftur. En það blokka þær og Pála setur hann á glæsilegan stað. HK stúlkur voru allar komnar svo gott sem inn fyrir 30 metra og Pála sá það strax. Heiða búin að vera í uppgjöf síðan í stöðunni 16-12. Herborg setur þennan, auðveldan yfir. Pála slæði þennan bara út. Tuttugu og 13. Læsileg lauma þarna hjá Önnu Maríu. Hrikalega klár leikmaður. Og Pála í uppgjöf og klára þessa hrinu á Ás. 25-13 fer fyrsta hrinan hérna í Neskaupstað. Ég var satt best að segja að búist við aðeins meiri spennu en þetta er auðvitað bara rétt að byrja.
Við komum eftir smá. Já, þá fyrir við að detta í aðra hreinu hérna í Neskaupstað. Í fyrsta leik í undanúrslitum kvenna Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Fyrsta hreinan fór 25-13 fyrir Þróttunes. Við kíkjum kannski aðeins á stigaskorið úr þessari fyrstu hreinu. Það var það Matthildur stigahæst hjá HK-stúlkum með 4 stig og Sara, Laufey og Líney allar með 1 stig. Hjá Þróttunes er það Pála og Heiða með 5 stig stigahæstar. Særún og Anna María báðar með 4 stig. Þá fyrir önnur hreina að hefast hérna. Minni auðvitað á að eftir þessum leik klukkan korter yfir 8 hefst hinn undanúrslitaleikurinn þar sem að Afturelding tekur á móti Stjörnunni. Auðvitað í blúsandi beinni hérna á Sport TV. Sýnist ekki vera miklar breytingar á byrjunarliðum liðana. Eða bara alls engar. Og það er Anna María sem byrjar þessa aðra hreinu. Matthildur tekur vel á móti Hanna og Laufey með góða sókn þarna. Heiða, Steinun og kissur þennan yfir Laufey. Tinna og Hrafnhildur á miðjunni. Setur hann út.
Finna heldur erfið móttaka þarna. Heiða setur hann yfir. Hanna kemur fyrir aftan. Þarf að pota þessum yfir. Helena setur hann í blokkina og niður. Og Helena í uppgjöf. Erfið móttaka þarna, en góð retting hjá Hönnu. Hanna blokkar þennan. Hanna slær þennan bara í neti, sýndist mér. Pála. Pála. Marja segi ég. Líney setur þennan út. Líney Inga Guðmundsdóttir, fædd 2002. Yngsti leikmaður HK, auk Söru. Glæsileg móttaka og flott lauma hjá Eddu. Hann valdi sér þarna velvakandi og þarna kom önnur góð lauma. Laufey, Valdís, Anna María. Hanna fær hann aftur með hörkusókn, en þessi fór út. Hanna ekki komin á blað eins og komið í HK. Það væri rosa fínt að fá hann í gang. Glæsileg uppgjöf þarna hjá Helenu. Og staðan orðin 6-2. Valdís náði þessum, en síðan vildi enginn fara í hann. Það er Lína í uppgjöf. Með glæsilegan ás. Hún fer aftur í uppgjöf. Hún tók ás áðan líka í fyrstu hrinnu. Helena nær þessu og Pála á ekki neinu vandræði með þetta. Skilar hérna sínu 7. stigum. Þessi er úti hjá Hönnu. Ákastúlku vildi fá snertingu, en Sigurfinnur sá ekki svoleiðis. Móttaka hjá Matthildi sem kemur sjálf og laumar í blokkina. Anna María og Pála. Líney, Edda og Matthildur. Góð vörn þarna hjá Helenu og Pála. Já, Edda leita á boltanum og fékk hann í sig.
Það er Hrafnhildur í uppgjöf. Þessi er langt úti. Þá er það Hanna sem fer í uppgjöf. 4-9. Og móttaka hjá Pálu. Og Matthildur Edda og Matthildur laumar á Pálu. Og hér kemur Heiða. Og Sara. Það er þarna hátt uppspil hjá frá Eddu. Og Pála. Laufey. Já. Mér fannst þessi lauma vera ansi hæg. Og Hákonstúlkur átti að gera betur þarna. Og Heiða Elisabeth í uppgjöf. 10-5. Marja Matthildur með glæsilegt smassi þarna. Og Edda fer í uppgjöf. Setur hann í netið. Og Pála. Marja. Pála með ásetna. Og Emil tekur fyrsta leiklið í þessari hreinu. Stöðinu 6-12. Já, eins og ég talaði með hann, þá vantar aðal kanónu HK-liðsins. Hann á Hjördísi, en þrátt fyrir það þá finnst mér HK-stelpurnar eiga mikla meira inn en þetta. En Hjördís er víst meidd. Það er spurning hvað hún verður lengi að komast í gang. Vonandi sem fyrst fyrir HK-stúlkur. En hér er Pála með flotta uppgjöf. Annan ás. Glæsilegar uppgjöfar hjá henni. Marja náði þessum og Matthildur. Já. Ragnar bendi dómurunum á snertingu þarna. Og Matthildur fer í uppgjöf. Helena, góða laumu, þetta nær þessu. Steinun á Laufeyju. Tinna og Pála úr afturlínu. Matthildur. Sara setur hún yfir. Særún.
net þarna dæmt á Særúnu. Umspilið frá Önnu Maríu heldur nálægt netinu þarna. Flottur ástand hjá Matthildi. Minkar stöðun hérna í 9-13. Helena með þrjususók beint í blokkina. Sem er ekki að snúa henni í gólfið. Eða inn á völlinn, það er að segja. Og Særún fer í uppgjöf. María. Líney. Helena. Matthildur. Líney. Helena með góðan sókn. Anna María plattaði blokkina hjá Hákastúlkum. Hoppaði upp eins og hann væri að fara að slá. Festi þannig miðju blokkaran hjá HK. Laufey. Anna. Helena, Laum, María. Fín skorpa hérna, Helena. Og Laufey sýndist mér eiga þessa blokk. Sara Ósk í uppgjöf. Setur hann í netið. Það er óþarfi að gefa andstæðingunum svona stig. Og Helena. Það er ekkert fram með sér fara þarna fram yfir netið. Blokka þennan beint í gólf. 17-10. Og HK gerir skiptingu. Líney kemur út af og Herborg vera inn á. Góður ás þarna hjá Önnu Maríu. Önnu góð uppgjöf. Þetta setur hann auðveldan yfir. Og Heiða setur hann í fingurgómana á Hákastúlkum og skilast í hér 19-10. Og Emil tekur seinna leiklið sitt í þessari hrinu. Herborg Vera og er leikstúlkur í fyrsta afturkvæmlega þessu.
Já, Þróttarastelpur virka gríðarlega sannfærandi hérna í annarri hreinu með yfirhöndina 19-10. Og Anna María í uppgjöf. Þriðji ásinn í röð, langar maður að segja, en það sýnist mér Matthildur eitthvað að meitt sig. Vonandi ekkert alvarlegt. Sem fyrir netið. Já, Unnu Maríu. Sjálfsögð mistök hjá henni. Matthildur virðist hafa lent hann eitthvað illa á öxlinni. Sjáum hvort að Laufey nái að hala í nokkrum stigum hérna fyrir HK. Tinna með flotta móttöku. Og Heiða setur hann í blokkina og niður. Áhorfendur í Þrótti komnir í mikið stuð. Auðvitað þekktur bær fyrir tónlistarlíf. Það er með trommur og tamborínur í stúkunni. Glæsileg vörn þarna hjá Unnu Maríu. Og þessi er inni. Meint í hornið. Og Herborg vera þar í uppgjöf. 12-21. Heiða, Herborg, Edda og Matthildur laumar honum og Hanna öflug þarna í blokkinni, hún Hanna María og ekki neinum vandræði með þennan. Þrettán 21. HK-stúlkur hættu í 13 í fyrstu rauninni. Sjáum hvort þær ná ekki hans fyrir stigum hér. Og Pála. Laufey er í honum. 22-13. Og gera Þróttarar skiptingu. Hrafnhildur Ásta kemur út af og inn og kemur Kristrún Broddbytak. Nú séð Þróttniðist aldrei gera þessa skiptingu. Kristrún með flottar uppgjafir. Sjáum það hér, glæsileg uppgjöf. Og Heiða, Laufey og Herborg. Og Pála setur hann í blokkina og niður. Þessi er í neti hjá Kristrúnu. Og Kristrún kemur þá út af fyrir Hrafnhildi Ástu Njálsdóttur. Og hinum megin er það Hanna María sem fer í uppgjöf. 14-23. Edda, Sara og Matthildur laumar þarna. Helena náðu þessum ekki.
Særún með glæsilega miðjusókn hana. Og Heiða Elísabet Gunnarsdóttir fer í uppgjöf. Marja Hanna, Matthildur og Pála með sókn út. Og gefur HK stúlkum hérna 16. stigið sitt. Helena, Sara og Matthildur, Tinna, Pála, glæsilegan vinkil þarna og skilar Þrótturum sigri í annarri hreinu 25-16. Við tökum okkur örstutt hlé. Þá fer þriðja hrina að hefjast hérna í Neskaupstað í fyrsta undanúrslitaleik Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Þróttur Nes og HK. Þróttur Nes 2-0 yfir í hrinum, 25-13 og 25-16 fóru hrinunar. Sjáum hvort að HK stúlkur nái að snúa þessu eitthvað sér í vil. Minnum á það að hér á eftir klukkan 20:15 hefst hinn undanúrslitaleikurinn þar sem að Afturelding tekur á móti Stjörnunni. En þessi lið munu spila núna annarkur dag. Þétt prógram hjá þessum liðum. Næstu leikir þessara liða á laugardaginn og síðan á mánudaginn. En hjá körlunum þá fara úrslit að hefjast núna 10. þar sem að HK og KA munu mætast. KA tryggði sér inn í úrslitin í gær eftir sigur á liði Aftureldingar. En Súrima fór 3-1 í leikjum. En aftur á þessum leik hérna austur í Neskaupstað 1-0 fyrir Þrótt í þriðju hrinu. Glæsilega gekk þarna hjá HK stúlkum og Heiða slær þennan út.
Eitthvað heyrir maður hérna netsnertingu. Ég sá það ekki. Þetta hafa sér fæst orð það. Góð uppgjöf hjá Matthildi. Tinna ekki alveg með þennan. Frelsingin hjá Þrótti. Glæsileg sókn þarna hjá Heiðu. Ég ætla að kjósa þetta smass besta smass hreinunar eða leikarins bara hreinlega. Munaði litlu þarna hjá Hákóstúlskum. Það vantar ekki barátuna hjá þeim. Og það Helena sem í uppgjöf. Setur hann í netið við mikinn fögnuð ákváðkvenna. Já, hér kemur Sigríður Gísladóttir í uppgjöf. En ekki séð hana áður hér í kvöld. Já, fína uppgjöf. Og Helena þessi beint á línunni. Og Hrafnhildur Ásta í uppgjöf. Góð móttaka hjá Maríu. Kannski heldur lágt uppspil hérna á Hönnu. Hún hátt uppi. Herborg. Og góð blokk hjá Heiðu, sýndist mér. Sex 3 fyrir Þrótt. Laufey. Hrafnhildur og Heiða. María, Edda og Laufey. Og Heiða. Laufey. Góð skorpa hérna. Hver ætlar að skila stíi? Er það Herborg? Já, hún gerir það. Herborg Vera Leifsdóttir. Og Laufey fyrir uppgjöf. Góð móttaka hjá Helenu. Pála. Herborg slær þennan bara í netið. Matthildur með góða móttöku. Hanna. Já, Særún fær þarna enga blokk á móti sér. No blokk, enda festi Anna María blokkina hjá HK.
Herborg með þrjusismas hérna. Stimpla sig vel inn í þessa hreinu. Komið með 3 stig. Pála, Herborg, Steinun. Pála Gómez í uppgjöf. Læsilega gert þarna hjá Eddu. Skemmtilega gert. Þetta er ás hjá Hönnu Maríu. Matthildur, Pála, Hanna. Matthildur, Helena, Edda á Laufeyju. Helena. Og Matthildur laumar þessum bara aðeins of laust. Drífur ekki við netið. Og HK tekur leikli. Kannski kíkja rétt svo yfir stigaskorið. Pála með 14 stig fyrir Þrótnes. Eftir henni kemur Heiða með 11. Helena systurnar með 8. Og Særún Birta með 7. Hinum megin er það Matthildur stigahæst hjá HK með 9. Og Herborg, Laufey og Líney koma þar á eftir allar 3 með 3 stig. Þannig að það vantar aðeins upp á að klára þarna hjá HK-stúlkum. Og það er Særún sem er í uppgjöf. Herborg og Matthildur. Helena. Fín vörn þarna hjá Maríu. Laufey úr afturlínu. Új. Það var örugglega ekki sem hann ætlaði sér að gera. Og 11-7. Og Matthildur með góða sókn. Helena, Herborg. Új, smá miskilningur hjá HK-stúlkum. Og 12-8. Og
Þetta staða sem að HK vilja örugglega losna við strax, að vera með Önnu Maríu í uppgjöf. Matthildur tekur bara vel á móti og Laufey. Heiða, Herborg, Matthildur og Hrafnhildur með glæsilega niðursókn. Góð móttaka hjá Matthildi, fær hann aftur, slær hann í blokkina, Edda, Matthildur, þessi er úti. Fjórtán átta fyrir Þrótt. Laufey. Pála. Sigríður var í þessum en náði ekki að halda nógu vel. Matthildur heldur áfram að taka vel á móti og Þróttarar halda áfram að blokka. Þróttarar greinilega verið einhverjum blokkaræfingum páskuna. Það fer lítið í gegnum þær hér í kvöld. Og Anna enn í uppgjöf. En gefur hún á Matthildi og Laufey. Og Helena slær í fingurna á HK-stúlkum. Og Helena. Já, þetta er uppskrift sem að verðist virka hjá Þrótturum. Anna María gefur á Matthildi og síðan fær Helena boltan og skorar 7. stigið í röð núna hjá Þróttunes. Þessi er rétt úti. Og Matthildur fer í uppgjöf. Og þá er það Helena í uppgjöf. Matthildur með flotta móttöku. Herborg. Og Heiða með glæsilega sókn. Heiða skila hérna sínu 13. stigi í kvöld. Glæsileg retting hérna hjá Herborgu. Og Valdís nær þessum yfir. Edda og Sigríður slær í netið. Dálítið hraði boltið hérna frá Eddu. (21:9). Ég var búin að lofa hérna spennandi leikjum í kvöld. Fyrst afsökun á því. En það er samt leikur eftir þennan. Hann verður spennandi. En á
gera HK stúlku skiptingu. Matthildur fær að hvíla sig og Líney kemur inn á. Oj. Ekki hafðist þetta. Og Sigríður fyrir í uppgjöf. Góða uppgjöf þarna. Helena og Pála setur hann frekar þægilegan yfir. Sýnast bara HK stúlkur vera hættar. Sjáum við sömu skiptingu og Þróttur Nes gerði áðan. Þannig að Kristrún kemur inn á fyrir Hrafnhildi. Laufey er ekki hætt. Uss. 24-11 fyrir Þrótt. 1 stig vantar þær. Og Heiða skilar á hérna fyrir Þrótt Nes. 3-0 í fyrsta leik þessara liða í undanúrslitunum. Eins og ég sagði hérna fyrr, þarf að vinna 3 leiki. Leikur númer 2 fer fram í Fagralundi á laugardaginn klukkan 1. Við sýnum síðan 3. leik þessara liða á mánudaginn 9. apríl hér á Sport TV. En við sjáumst aftur hérna eftir klukkan 20:15 þar sem að Afturelding tekur á móti Stjörnunni. Þeir sæl í bili. Skóbomba. Skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Það er ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is